ef við ætlum að ná ákveðnum markmiðum sem við erum búin að setja okkur sem alþjóðasamfélag að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 í mesta lagi 2 gráður Celsius frá iðnbyltingu, þá þurfum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda x mikil prósent á hverju ári og fram að árunum 2030, 2035, 2040. Annars nokkuð víst að við munum fara yfir þessi markmið, þessi hitastigs mörk sem við erum búin að ákveða að setja okkur sem svona takmark eða markmið að fara ekki yfir. Kvenréttindi í til dæmis eins og Afganistan, hvað finnst þér þau? Hvað eru lífsgæði? Er það að búa í neyslu samfélagi eins og við búum á Íslandi í dag, eða er það að búa í samfélagi þar sem að við þurfum ekki að vera að vinna 40, 50, 60 klukkstundir á viku heldur nær 30 og höfum meiri tíma til að vera með fjölskyldu og vinnum og að sinna áhugamálum. Finnur Ríkharð Andrason, ég að segja þetta rétt? Ríkharð? Já, nice. Hvernig ertu? Bara góður. Ekki? Jú. Hvernig leggst staðan í þig? Hún leggst bara mjög í mig. Já. Ég er bara bjartsýnn, sko. Þið eru á leiðinu upp, varstu að segja mér? Já. Og einhverja nýja tölur komnar? Hvað er það að mæla svona? Já, sko, Gallup gáði tölun á föstudaginn og þar fáum við niðurbrot, sko, sem við fáum bara innan hús. Við erum að tala mánudaginn 18. Já, þannig að þetta er fyrir 3-4 dögum síðan og þar erum við á uppleið, sko, þannig að ég er bara bjartsýnn. Og svo sjáum við líka í einstaka kjördæmi, þar erum við bara rétt á mörkunum við þá að komast inn. Þannig að það eru örfá atkvæði sem vantar upp á til að tryggja að við fáum að tala rödd náttúrunnar og fólksins í landinu, sko. Já, tala rödd náttúrunnar. Ég fekk svo við byrjum bara því, ég fekk nokkra spurningar þegar ég sagði að þú verður að koma. Og einn sem að fór hún á ein pæling umræður sem ég mæli með að fólk fari inn á Facebook ef að fólk vill hafa áhrif á það hvernig ég spyr honum úr. Sagði hvort að við ættum að sætta okkur við lakari lífsgæði og að við ættum að sætta okkur við það að ungt fólk muni koma til með að búa við verri tækifæri og lífsgæði heldur en við til þess að bjarga náttúrunni. Hvernig myndirðu bregðast við slíkri athugun? Ég sé bara nei, það á ekki að liðast og þetta í rauninni grundvallar miskilningu sem að hefur oft farið á flug og hefur svona, verið komið á stað af andstæðingum loftslags- og umhverfisaðgerða. Í rauninni allar það sko brýnu loftslagsaðgerðir og aðgerðir í þá náttúruverndar sem við þurfum að ráðast í auka lífsgæði almennings á Íslandi og hvort sem það er á Íslandi eða annar staðar í heiminum. Við tökum bara borgarlínuna sem dæmi. Það eru nú til að margir flokkar á móti henni af einhverjum skringilegum ástæðum en allar kostnaðar og ábatagreiningar sýna það að það er bara aukin lífsgæði sem felast í því að vera með almennilegar almenningssamgöngur sem að tengja saman hverfi og draga úr umferðarteppum og fleira, sko. Og svo er þetta að telja alls konar aðgerðir, þannig að það er miskilningur að róttækar aðgerðir í umhverfis- og loftslagsmálum dragi úr lífsgæði en það er bókstaflega munu bæta lífsgæði fólks á Íslandi. Núna hafa einhverja kvartað yfir því að Bjarg svona íbúðafélag fyrir fólk sem að vantar félagslegt húsnæði og Blær sem að er einhvers konar kaupendahlið held ég á svona sama grunni. Ragnar Þór Ingólfsson hafa kvartað við þessu, BSRB hafa kvartað við þessu. Það var mjög margir kvartað yfir því að þessi hugmyndum mitt borgarlínu sé til þess fallin að rýra lífskjör einfall út af því að fólk fær ekki húsnæði. Það er að segja að við erum ekki að rýra kjör fólks að aðgengi að góðum samgöngum heldur að það sé ekki verið að brjóta nýtt land. Sko, núna er Vinstri grænir endara ekki í borgarmeirihluta í borginni, þannig að sko það er kannski ekki endilega hagsmunir lífar sem er ein eftir að viðhalda slíkum hugmyndum. Sko, út af því að þið leggir líka mikið mark á það, eins og reyndar allir flokkar, engin flokkur eitthvað ekki sem segist alltaf bjarga öllum með húsnæðismálum, þó svo að mér fáið sér með hugmyndum hvernig alltaf að gera það. Ertu ekki sammála því samt að borgarlínan og þessi sko dogma áróður hennar gagnvart því að vilja þrengja öllum upp á hvern einasta fermeter á einhverju pínulitlu svæði og að viðhalda þessum vaxtamörkum sem að halda einhver vatni til þess að halda hinum sveitarfélagunum í gíslingu? Ertu ekki sammála mér það að þetta sé ekki til þess fallið að búa til betra samfélag heldur búa til samfélag þar sem að þeir sem að þurfa nauðsynlega á húsnæði að halda að búa við skort? Nei, ég er nú frekar ósammála þessum, komin hann á nokkra staðingar frá þér. Við verðum mjög ósammála, mjög margt, en örgulega sammála margt líkar. Já,
og ég held sem sammála það að húsnæðismálin eitthvað sem þarf að leysa og það til margar leiður og margar lausnir til þess að auka frambúið húsnæði og draga úr kostnaði. Ég held að borgarlínan mun ekki hafa neikvæð áhrif á það. Það sem mér finnst rosa mikilvægt að þétting eigi sér stað og það bara til rannsóknir sýna fram á það að það ákveðin þéttleiki í borgum sem heppilegastur upp á það að auka lífsgæði fólks þegar kemur að því að vera nálægt við alls konar þjónustu, hvort sem það matvöruverslanir eða heilbrigðisþjónusta eða annað og þegar kemur að því að vera með almennilegar almenningssamgöngur. Það helst í hendur það að vera með ákveðin þéttleika í byggð sem forsenda fyrir því að geta verið með góðar almenningssamgöngur sem koma að það komi á reglulegum millibili vagnar, þannig að það sé fýsilegu kostu fyrir fólk. Þannig ég held að þétting byggðar áfram mikilvæg í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu. Það þarf auðvitað að gera það skynsamlega, það ekki saman hvernig það gert og það hægt að fara í of mikinn þéttleika, það líka alveg hægt. Þannig ég hugsa að eins og með svo margt í umræðinu þá þetta ekki svart-hvítt, þetta ekki annarkvort þétting byggðar slæm eða góð, held ég að það myndi bæta lífsgæði fólks á höfuðborgarsvæðinu verulega ef við aukum þéttleikan upp í þessi mörk sem að rannsóknir sýna að séu jákvæðar, en passum okkur líka að ganga þá ekki of á grænsvæði sem fólk að nota sem eru líka mikilvæg fyrir lýðhelsu og geðhelsu. Og svo með húsnæðismálin þá held ég skipti líka máli á hvað forsendum byggt og hvernig lagaumgjörðin og innkoma ríkisins í húsnæðismálunum. Leigufélög, óhagnaðardrifin leigufélög eitthvað sem mér hugnast mjög vel af því að eðli þessar úrræða að búa til húsnæði fyrir fólk en ekki að græða á því. Þau eru mjög pirruð yfir þessum hugmyndum þéttleika, þannig að það kannski fer ekki alveg saman eins og tala þessu stjórnmálamennir hljóð og mynd þegar að svo hugmynd efst á baugi að þið vilji bæði búa til borgarlínu og allt deiliskipulagt skulu vera þrengt inn í þann ramma þegar þeir sem að vinna fyrir þessi óhagnaðardrifnu leigufélög og húsnæðisuppbyggingar projekt eru að gagnrýna það mjög að það sé einmitt verið að keyra þeirri stefnu. Þannig að það ekki alveg sleppt og haldið þannig á sama tíma. Já, nú veit ég ekki nákvæmlega hvað gagnrýni hefur komið frá þessum tveimur leigufélögum sem þú nefnir. Að þéttleikinn sé til þess fallin og þessi hugmyndafræði það að borgarlína allt eru að vera í kringum borgarlínu og að þurfa að þétta ennþá meira sé í rauninni að valda því að þau fá ekki lóðir og út af því að þau eru bara að lenda í miklum vandræðum með það að Ragnar Þór Ingólfsson, ég man ekki, ég held að hvað var það, 7,9 milljarðar þú ekki staðfesta, ég held að það hafi verið að skila hagnað upp á 7,9 milljarðar sem vildu svo koma í verk í því að búa til ný húsnæði en gátu einfaldlega ekki út af því að þeim varu sett þröng skilyrði að borgarstjórn sem að byggja á þeirri hugmyndafræði að borgarlínan þurfi að standa undir öllu sem við kemur mannlegu samfélagi. Já, ég held að það að sé erfitt að fá lóðir, erfitt að byrja að byggja, erfitt að fá verktaka til þess að hefja framkvæmdir, það sé ekki endilega borgarlínan að kenna heldur frekar háa vaxtastígi og það hvernig markaðurinn fara að ráða ríkjum í kaupum og sölum á lóðum. Já, en þessu óhagnaðardrifnu félög eru náttúrulega með lífeyrissjóðana bak við sig sem þýðir það að þeirra fjármagnskostnaður töluvert minni. Þannig að fjármagnskostnaðurinn ekki vandamálana. Þau segja og gagnrýnin að það sé of mikið verið að byggja þeirra hugmyndafræði að borgin þurfa að þéttast til þess að koma einhverju borgarlínu í gagnið sem enginn veit enda hvernig lítur út nýja hvernig mun koma til með að líta út þegar nú loksins verið til, ef hún verið til. Já, það nú búið að gera samningu borgarlínuna sem eru frekar skýrir. Fyrsta áfangi að vera klár 2032. Það eru framkvæmdar við það að hefjast að útboði í gangi núna við fyrsta áfangan sem brúið Fossvoginn. Þannig að það alveg tiltölulega ljóst hvernig þetta mun líta út allavega í fyrsta áfangunum og búið að verja fjármögnum í þetta nú þegar. Ég skil samt sem það var ekki nákvæmlega af hverju gagnrýnin kemur rökin fyrir því að borgarlínan sé að valda því að það sé húsnæði. Það Guðmundur Hrafn Arngrímsson sem enda fyrir sósíalista, ekki fyrir Flokk fólksins, hefur einmitt bent á það að þessi hugmyndafræði þéttleika, hann var einmitt með Dóru Björt í Sprengisandi fyrir viku núna þegar við erum að tala saman og hann benti einmitt á það að þetta væri alveg úr sér gengin hugmyndafræðin fallega út af því að fjármagnskostnaður var svo mikið en á litla byggingaraðila sem var að byggja í þessum þéttingareitum út af því að deiliskipulagið gerði ekki ráð fyrir neinu öðru.
þegar að í rauninni hraðinn og fjármagnskostnaðurinn væri miklu minni á opnari rýmum þar sem gætu skipulagt út frá því að sé að ræða byggingarsvæði og að byggingarsvæði sem bæði truflaði fólk og umferð og annað í kringum, innan við sjáum bara eins og Grensás, ég meina það Grensás búin að vera takmarkaði núna, ég veit ekki hversu langa tíma út af því að það einhver aukning hana, að fjármagnskostnaður og hraði væri í rauninni miklu takmarkaðari heldur en óblessunarlega heldur en ef að að ræða á þéttingareitum. Þannig að þú veist eins og ég rætti þetta við líka byggingaverktaka og þeir einmitt kvart yfir því að stjórnmálamenn skilja oft ekki umfang þess og að standa í einhvers konar byggingaframkvæmdum. Og það snúist bara alltaf því bara já, nei, við getum bara byggt það er opið svæði en það þýðir aftur á móti að það vissulega innviðakostnaðar borgarinnar sem að snýra því að koma rafmagni og hita á húsin og fleira það er ódýrara fyrir borgina oftast. En aftur á móti allur annar kostnaður miklu meiri. Sér til dæmis, tökum bara sem dæmi Úlfarsárdal, sáum það bara sprett upp byggð á ótrúlega skömmum tíma. Gríðarlega að svo virðist vönduð og flott hús. Þetta hefði aldrei verið gerlegt sama á við Korpuhverfið á sínu tíma og náttúrulega í Grafarholtið fyrir 2 áratugum eða svo. Þetta hefði ekki verið gerlegt ef það hefði ekki verið fyrir hendi svo hugmyndafræði byggingarland var að ræða og síðan gæti svo samgöngur í rauninni snúið aðlaga sig að því. Ekki að byggingar framkvæmdirnar aðlaga sig að almenningssamgöngum. Já, ég held að samt sé virkilega í báðar áttar að við sjáum núna með Úlfarsárdalinn til dæmis að þar, ef ég man rétt, engin matvöruverslun til dæmis í nágruninu, þannig að þar eru íbúar mjög háðir því að eiga engabíl sem bara ákveðin svona frelsisgerðing einhverju leyti að það sé ekki val hvort maður vilja eiga bíl eða ekki, heldur að sé það nauðsyn þegar maður býr á ákveðnu stað. Þannig að þar ákveðin þjónusta sem ekki til staðar vegna þess að byggðin svo dreifð frá kjarnaborgarinnar og eins með almenningssamgöngunnar. Ég farið þarna nokkur sinnum með strætó og það er ekkert frábærlega aðgengilegt eða tíðarferði sem fara þarna upp eftir. Þannig að einhverju leyti þetta húsnæði þá verð sett gagnvart þjónustu sem að margir myndu vilja sækja sér dagstælega. Þannig að þéttingin og þjónustan og samgöngunar haldast held ég alveg alltaf í hendur, þannig að þetta ekki bara það að stýri því að húsnæði sé byggt á ákveðnu staði eða ekki. Já, en Finnur, þurfum þetta ekki að vera hreinskilni við hvað annar. Við vitum alveg að það til hellingur af fólki sem vill ekkert vera að nota samgöngur, almenningssamgöngur. Þeir vilja bara nota sinn einkabíl, vilja hafa frelsi og það talar frelsisgerðingu. Ég held að fæstir horfi á einkabílinn sem frelsisgerðingu. Svo líka bara þetta hugtak einkabílinn. Þetta náttúrulega í flestum tilfellum fjölskyldubíl. Núna náttúrulega, þetta eru stærri hús í Úlfarsárdal til dæmis, það sem eru fólk sem almennt vel stætt, ég myndi gera ráð fyrir að kannski 40-50 aldri sem hafa verið að flytja þann inn, hafa farið úr minni íbúðum til dæmis í miðbænum, þar sem við vorum kannski að vinna, eru búin að eignast 2 börn, það er að springa utan þeim, þau eru ekki að vera að kaupa í Vesturbænum út af það eru alltaf dýr, þannig að þau kaupa í Úlfarsárdal, þar sem geta verið með börnin í miklu meira svona free range, ég veit að það er oftast talað dýr í þeim til þess, en þurfum við ekki að horfa það í stöðu við það. Þetta er fólk sem vill bara vera á sínum einkabíl, þetta er fjölskyldubíl, þetta er ekkert einkabíl. Þú veist ekki að fara að koma tvíburunum í fótboltan og eldri krakkarnum í fiðluna og hrúa þeim öllum í strætó. Nei, það er að því að það er ekki meiri þéttleiki. Ef það væri meiri þéttleiki þá þyrfti ekki einasta fjölskylda að vera með, nei, þetta er svona, ég nú búið erlendis í 11 ár í töluvert stærri borgum heldur en Reykjavíkurborg, í Brussel og í Genf og í Utrecht, í 3 Evrópulöndum í Vestur-Evrópu og þar eru almenningssamgöngur bara til fyrirmyndar og þéttleikin töluvert meiri en í Reykjavíkurborg og leiguverðið lægra á flestum stöðum býst ég við. Kannski ekki Genf, það er kannski annar veruleiki í Sviss en í Hollandi til dæmis, það sem ég bjó þar var leiguverðið mun lægra heldur en í Íslandi, kostnaður við að kaupa húsnæði töluvert lægri ef ég man rétt líka og ég gat labbað út hvar sem er, hvenær sem er og hoppað inn í strætó eftir 5 mínútur og þetta er bara afleiðing þess að þéttleikin er það mikill að það eru forsendur fyrir því að vera með ákveðna þjónustu, matvörubúðir eins og ég nefndi á hann og almenningssamgöngur nógu víða, því það er nógu mikið fólk sem getur sótt í það
á einhverjum radíus. Þannig ég held að þetta ekki útópísk hugmynd að það þurfi að þétta byggð hérna í Reykjavík. Þetta tekur tíma að auka þéttleikann, það tekur tíma að snúa því við að borgarskipulagið eins og var lagt upp með 1900 og seinni helmingi síðustu aldar. Það var lagt upp með að þetta yrði bílaborg og allt skipulagið miðaði að því og það tekur bara ákveðin tíma að vinda ofan af þeirri þróun að borgin hafi verið mótuð fyrst og fremst til þess að liðka fyrir einkabílnum og ég ekki alveg sammála því að einkabílinn eigi að vera skilgreindi sem fjölskyldubíl þegar fjölskyldur eiga mjög margar 2 bíla þá ekki hægt að tala fjölskyldubílinn þú kannski myndir tala fjölskyldubílana en þá ertu farin að sjá að fjölskyldan ekkert öll saman í sama bílnum þetta er sitt hvort foreldrar að nota bílinn til að fara í úr vinnu og svona þannig að þéttingin áfram mikilvæg til þess að auka lífsgæði íbúa á höfuðborgarsvæðinu en ég ekkert ósammála því að það þurfa að byggja meira til viðbótar mögulega utan þessara marka sem þú talar en það kannski það til lengri tíma En það þá stefna ykkar að í rauninni passa upp á það eða í rauninni taka það sem að þú kallar frelsiskerðingu einkabílsins að taka einkabíluna af fólkinu? Nei, alls ekki. Nei, okay. Fólk á að geta valið þannig að þetta verður fýsilegra val, það hugmyndin. Þess að strætó í dag, það bara mjög takmarkandi hvort að fólk getur nota sér þá þjónustu í staðin fyrir að eiga bíl. Ég fór bara í strætó dag, það var bara ömurlegt. Fór með krakka minn, bílstjórinn keyrði eins og viðvæningur, ég gæti ekki fengið tilbaka, ég hef sagt þessu áður, það hægt að borga með símanum allstað, ég get borgað með símanum í hefur sér svona tæki kringlunni þar sem þú setur krakkaðin í svona þú getur borgað með símanuðinu með það getur ekki borgað með símanuðinu með í strætó ég get glatt þig með því að segja ég er nú mjög reglulegur gestur í strætó og það búið að kipa þessu lag er búið að kipa þessu lag? Nú er þetta að borga með ég fór bara daginn og það var ekki hægt þetta kom fyrir svona 1,5 mánuði síðan ok, það getur passað þá var þetta komið rétt eftir þetta er alltaf réttir leið en svo snýst það líka það að þjónustastrætó er ekki betri að því það er ekki nógu margir sem að nota þjónustuna og ekki nógu mikil peningur opinbert fé sem sett í þjónustuna þetta er líka óléleg þjónusta já en þetta er svona neikvæðar spírar þjónustan er ekki nógu góð og þá er lítil aðsókn og það er lendi lítil peningur sem kemur inn í kerfi til að bæta þjónustuna þannig að þetta er svona leið og þéttleikinn verður meiri þá verður físilegra að setja meiri peningi að bæta þjónustuna af því þú veist að mjög þá fleiri nýta sér þjónustuna og svo snýst það líka það að og það er bara pólitíska ákvörðun að segja rekstur almenningssamgangna þarf ekki að standa undir sér fjárhagslega þetta er bara þjónusta, almannaþjónusta sem við viljum veita almenningi og það miðin kostar 650 krónur og hóði hvert svo langt úr það fara það er eitthvað sem ég veist mjög skrítið Já, það er alveg hægt að fara rauk fyrir því en áður en að En ég stiði í þessu ég stiði það að við fáum betri almenningssamgöngur svo að ég þurfi ekki verið meiri umferð þegar ég að gera minn einkabíl. Ég að segja það og svo, þetta snýst líka það að þetta er ekki það að taka, snýst alls ekkert það að taka einkabíl fólks af þeim. Fólk bara að geta valið hvort það notar almenningssamgöngur eða bílinn sinn með hvort það vill eiga bíl yfir höfuð. Áttu bíl? Nei, ég á ekki bíl. Gott hjá þér, on brand ánægði með þig seldur hann kannski að þú eru að fóst í kosninga Nei, ég hef aldrei átt bíl Ég er að tjóki En og það er ekkert mála að hjóla ef maður býr til að miðsvæðis og þar aftur ef það er möguleiki fyrir fólk að búa meira miðsvæðis Það er líka kennst maður í þetta hörkustand sem þú ert í glæsileg holning á þér Herðu, tölum loftslagsmálin þó svo við höfum verið nú að gera það ég vil bara ekki svæfa fólk með deiliskipulags umræðum í klukkutíma Ég kannski klára með almenningssamgöngur Svæfum þau Já, svæfum þau sem enn að hlusta að það að auka gæði almenningssamgönguna sem að eykur þá líkurnar á að fleiri nýti sér samgöngunar dregur úr umferð fyrir þau sem vilja þá áfram nýta einkabíl Þetta er win-win í báðar áttir Win ég ætla að tekna upp smá mynd handaðir eins og ég sé þessi mál núna er stríð fyrir botni Miðjarðarhafs þar sem er mikil orka það er stríð í Evrópu sem er bara bókstaflega orkustríð það var núna þegar við erum að tala saman þá var í nótt Rússar út af því, ég veit ekki hvort það var viðbragð við því að Úkraína var leyft að nota langdrægar eldflaugar eða hvort það hafi verið viðbragð við það því að Rússar voru að í rauninni bara murka alla orku eða mjög mikið orkuinn við Úkraínu Ok,
Við búum í veruleika þar sem að eldsneyti af hennum ýmsu toga, jarðefna eldsneyti, er nauðsyn 50% matvæla í heiminum. Við búum við raunveruleika þar sem að jafnvel þegar við erum að tala einhvers konar aukna rafvæðingu að þá er það sko íhlutir sem eru nauðsynlegir til þess að búa til alltaf rafmagn. Þetta krefst mikils jarðefnaeldsneytis og mikið af fágætismálmum. Náttúruvernd fer að mínu mati gegn því að við getum viðhaldið sömu lífsgæðum eins og þessi hlustandi bendi á, þá er ég eiginlega sammála því að það er ekki, við erum ekki að fara að búa við sömu lífsgæði ef við erum ekki tilbúin til þess að viðhalda orkuinnviðum. Sko loftslagsmál og náttúruvernd er eitthvað sem að er oft og mér finnst ofki að gera þetta, þið presenterið þetta svo ég fá að sletta eitthvað sem sameiginleg hlutur, eitthvað sem getur virkað í samfloti. Ég er ósammála því út af því að ef við erum ekki með orkuinnvið, eins og við segjum, við búum bara í tortryggnari heimi og við nú sáum bara með Suðurnesjalínu 2 að það var búið að kæra sig inn í alls konar slæm áhrif varðar orkuinnviði á Suðurnesjunum sem olli því að það var erfiðara að takast á við Grindavík. Ég horfa á þetta þannig að annarkvort veljum á milli þess að vera að takast á við loftslagsmarkmiðin eins og við sjáum þau í dag eða náttúruvernd. Út af því að við þurfum raforku til þess að geta bætt bæði lífsskilyrði þeirra sem munu koma hingað og til þess að takast á við loftslagsvandann. Hver er þín skoðun á þessu? Fyrst vil ég draga fram að loftslagið sem við erum að tala hérna er hluti af náttúrunni. Loftslagið er innan skilgreiningar náttúrunnar og þetta er svona snýst kannski stærri sýn á það hvað náttúrun er og hvað það er sem við þurfum að vernda og hvers vegna. Náttúran er undirstaða alls þess sem við gerum í samfélaginu og þess sem við eigum og nú er hérna draugur að færa mikrofónin eins og borðið hérna, þetta er viðarborð, þetta er á náttúrunni, þetta er pappír, kemur á náttúrunni, plastið unnið úr jarðefnaeldsneyti sem er hvað? Olía og sem er kemur hvaðan? Jörðinni, já, þetta er náttúran. Þetta eru dauðar lífverur sem hafa þjappast saman og myndað olíu. Þetta er allt saman náttúran í grunninn sko. Og það sem við þurfum að passa er að umsvif okkar dýrategundar verði ekki nú þegar orðin of ágeng á náttúruna og er þá farið að hafa neikvæð áhrif tilbaka, það að bitna á okkar mannfólkinu og okkar samfélögum. Svo kem ég að þessari staðingu sem að þú lagði fram hérna áðan að við viljum ekki viðhalda orkuinnviðum, við viljum mjög gjarnan viðhalda orkuinnviðum Íslands. Það að segja, við erum búin að byggja fullt af innviðum til þess að framleiða orku, hvað svona jarðvarmi eða raforka. Og ef við kannski fer hans í tölfræðina þá er Ísland það land sem framleiðir mesta raforku á hvern íbúa í heiminum. Sigurður Hannesson sagði að það var rugl. Já. Hann sagði að við varum í 22. sæti og kom fram með gögnum þess efnis. Þórhildur Sunna var að segja þetta hjá samtökum iðnaðarins sko. Já. Og það fór hérna, ég held að Björn Ingi hafi búið til klipp úr þessu og það fór að fluga á Twitter þar sem einmitt Sigurður Hannesson tók saman að þessi staðhæfing er bara ekki rétt. Já, þetta eru þau gögn sem ég hef séð og sem að hafa ekki verið, þetta eru rök sem hafa ekki verið hrakinn undanfarin 5, 6, 7 ár, þannig að ég sé ekki alveg hvers vegna það ætti allt í einu verið komin rök núna fyrir því að gögn fyrir því að þetta sé ekki rétt. En Noregur er í öðru sæti með raforkuframleiðslu á hvern íbúa í heiminum og þau eru með 2-falt minna hlutfall heldur en Ísland. Þannig að það haldi því fram að það sé orkuskortur í Íslandi að þurfi að framleiða mun meiri orku til þess að ná fram einhverjum markmiðum og loftslagsmálum. Mér finnst að skjóta alltaf skökku við að það land sem framleiðir mesta raforku í heiminum þurfi samt að stórauka orkuframleiðslu. Þau lönd sem er ekki að framleiða eins mikla orku og Ísland er að framleiða á hvern íbúa, þar skilja alveg að þurfi að auka orkuöflun til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, það fara í þau orkuskipti að skipta út í jarðefnaeldsneytinu fyrir raforku í vegasamgöngum og öðru. Þannig mjög svo mikilvægt að við slítum þetta ekki úr samhengi, þar að segja að náttúruvernd og loftslagsaðgerðir sé eitthvað sem tógast á við hvort annað. Og ef við skoðum til dæmis bara losunartölur á Íslandi, hvaðan losun gróðurhúsalofttegunda kemur fyrst og fremst, þá er það frá ósjálfbærri landnýtingu. 66% það bila af losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi kemur frá landi og landnotkun
þannig að þar sjáum við að það engin aukin orkuöflun sem að fara að draga úr þeirra losun. En hvað þýðir landnotkun? Sko þetta mjög stór þetta riðið land? Þegar, sko, ég fór að pæla í þessu því að það var rosalega mikið talað það að þessar stíplur eða hvað sem þetta heiti, það búið að riðja land eitthvað sem að losa rosalega mikið af koltvíoxíði. Og ég nefnilega sko hjóða þess eftir því að þegar það var verið að tala það að þetta væri mitt bara eitthvað svona gríðarleg losun, að þá var tekin í rauninni svo losun þegar þetta var ansakað yfir það tímabil sem að var eitthvað fyrstu 2 vikunar þegar þeir losa rosalega mikið af koltvíoxíði. Síðan alltaf græðir þetta land og ekki að losa mikið. En aftur ekki ef þetta land grær að þá verður ekki sko losunin mikil. Sko jarðvegurinn, það sem við erum að ræða akkurat hérna þá votlendi sem sérstök vistkerfistegund og á seinni helmingi síðustu aldar þá greiddi ríkið landeigendum fyrir að grafa skurði og ræsa fram það var orðið sem og það þýðir rauninni bara að dreina vatnið úr þessum vatnsmettaða jarðvegi og einkenni votlendis í sínu náttúrulega ástandi þar sem að vatnsyfirborðið nánast í sömu hæð mjög ofarlega í jarðveginum. Einkennið þessa vistkerfis að það mjög kolefnisríkur jarðvegur sem hefur myndast út af þessari vatnsmettun. Súrefnið hefur þó ekki í andrúmsloftinu hefur ekki komist að í jarðveginn til þess að brjóta niður lífræna efnið sem hefur byggst upp yfir tíma og þess vegna þetta svona kolefnisríkur jarðvegur. Leið og landið ræst fram, grafnir skurðir í landið og vatnið tæmt, þá kemst loftið inn á milli og súrefnið fær að komast í snertingu við kolefnisríka jarðveginn og þá verður til sko bruni í jarðveginum sem losar þá koltvíoxíð út í andrúmsloftið og þessi bruni ekkert breytt fyrir 10, loftið kemst bara hægt og rólega að og losunin hefst og það hægt að sjá sko hvernig landið breytist og kolefni hverfa á jarðveginum bókstaflega því að jarðvegurinn lækkar bara, að minnkar af því að kolefnið sem var í jarðveginum bara að fuðra upp og þetta getur gerst bara yfir sko nokkra áratugi, þannig að það ekki rétt að losunin hætti eftir örfáar vikur sko. Ég allavega var að ræða við mann sem að held þessu fram, ég sko sem að hefur líka eitthvað, ég held að hann hafi verið jarðfræðingur sem að sagði mitt að þetta væri vissulega losun en samt sem áður væri svo losun ekki til margra áratuga, en eins og ég skilði núna þá þetta losun sem á sér stað einu sinni en hann getur alltaf verið að eiga sér stað áframhaldandi nema þú sért að reikna með því að þetta sé að búa til súrefni eða hvað sem í kjölfarið. Þetta getur ekki verið að þegar koltvíoxíð komið út í loftslagið að það haldi áfram að losa í rauninni. Þetta ekki umfram losun, það það sem ég að segja. Já, ég að segja það sko, ég myndum okkur við séum með sko bara 1 fermeter af votlendi sem nægst ekki 1 meter niður í jörðina og við ræsum fram í kringum hann 1 fermeter, dreina vatnið og súrefni kemst að og það gerist bara ákveðið hratt, það fyrir ekki allt kolefnið upp samstundis heldur brotnar það niður og bindst súrefninu hægt og rólega og losar þá og yfirborðið á þessum jarðvegi minnkar þá eftir því sem að meira súrefni bindst kolefninu. En þú varst að segja að þetta myndi gerast frekar hratt að kolefni myndi losast frá út af því að maður getur bara að sé það. Já, ég að tala um að sko vatnið fer hratt og súrefni kemst hratt að en sko losunin á sér stað yfir einhver ára bíl sko. Og þetta og sko það sem að nú eru komin í mjög spesifíska umræðu akkurat þennan eina losunaþátt og það oft mikil gagnrýni á það að hvernig losun frá landnotkun reiknuð út á Íslandi. Ég meina var ekki gefist upp á öllum þessum votlendis sjóðum og eitthvað. Það var sagt bara að þetta var einhver della sem að væri í rauninni bara einhvers konar fjármagnstrygg. Nei, votlendissjóður ennþá starfandi, hann fór í pásu frá því að veita styrki til framkvæmda því það var ekki eftirspurn eftir því frá landeigendum. Það þýðir ekki að þetta sé ekki rauninni af aðgerð, þetta rauninni aðgerð sem að ríkisstjórnin undanfarin 7 ár hefur lagt mikla áherslu á. Svandís Svavarsdóttir, matvælaráðherra, sá þennan málaflokk og lagði frá mjög skýrar og góða aðgerðaáætlun sem heitir Land og líf, þar sem eru mjög flott markmið að draga úr losun frá framræstu votlendi meðal annars og eins í aðgerðaáætlun Guðlaugs Þórs umhverfis orku og loftslagsráðherra, þar endurheimt votlendis nefnt sem aðgerð, þannig að þetta
viðurkennt þvert á við pólitíska svið að er mjög mikilvæg aðgerð en það sem mikilvægt í þessu að hvort sem að tölunar eru nákvæmlega réttar eins og við teljum þær fram í okkar bókhaldi í dag eða hvort það skeikar einhverjum tölum hér og þar þá nokkuð víst að þetta og verður samt sem áður stærsti losunarþátturinn á Íslandi hvort sem að skekkjumörkin eru 5% eða 20%. Sko, út af að tala nákvæmlega tölur, núna hefur Alexandria Ocasio-Cortez sem var með svona Green New Deal sem átti að takast af við loftslagsmarkmiðin samhliða því að útrýma rasisma og eitthvað fleiri því, þetta var rosalega einkennilegt plagg. Byggði á því að, sem sagt, að við myndum komast að einhverju losunar markmiði fyrir eitthvað ákveði. Þessi samningur var náttúrulega ekki samþyktur út af því að mínum mati þótti nokkuð fjarstæðukendur. Það hefur verið sagt núna í áratugi að við séum að fara að farast. Það 1970, svo 1980, svo 2000, svo sérstaklega undanfarin ár, það hafa verið nefnd, Greta Thunberg og fleiri hafa nefnt einhverju rosalega spesifískt, bara eftir 5 ár þá verður allt farið til fjandans. Það var sagt árið 2019 til dæmis, það bara við verðum ekki árið 2020, eftir 5 ár, sem sagt í ár. Og hann skammur tími eftir. Ég að velta fyrir mér, sko, hefur þú einhver áhyggjur út af því að ég meina þú ert loftslagsmaðurinn, skilurðu, þú varst í hvað heita samtökin? Já, forseti ungra umhverfissinna. Já, forseti ungra umhverfissinna. Hefur þú einhver áhyggjur af því að tiltrú svona loftslagsmarkmiða sé að missa ákveðin damp einfaldlega út af því að þessar svona tölur sem að þú talar að væri svona gætu verið eitthvað á reiki hafa verið svo ónákvæmar að allar þessar dómsdagsspár hafa í rauninni reynst ekki á rökum reistar. Nei, sko þessar tölur sem að losun gróðurhúsalofttegunda hafa verið frekar góðar bara undanfarna áratugi og það rauninni sko 1960 og eitthvað sem að sko fremstu vísindamenn í Bandaríkjunum og víðar komust að því að loftslagsbreytingar væru fyrirbæri sem var að þessi stað og myndi koma til með að vera alvarlegar fyrir mannkinn og okkar samfélög ef að við myndum ekki hætta grípa í taumana. Já. Það var einhverjir einstaklingar og einhverjir afmarkaðar hópar lagt fram dómsdagsspár, ég ætla ekki að hafna því en það hefur ekki komið fram frá Greta Thunberg, ekki sem ég sé, við fylgjumst ágætlega með henni nýja þeim svona stóru hreyfingum sem eru til hvort sem það eru hreyfingar sko, ungs fólks loftslagsbreytingar eða bara svona stærri hreyfingar með svona breiðari fylkingum þar hafa ekki verið lagðar fram neinar svona dómsdagsspárum að mannkyninu farast núna á næstu árum það sem að við höfum verið að segja bara það sem vísindin segja við sjáum að það sko yfir 95% samstaða nánast í heimi fræðasamfélagsins það að loftslagsbreytingar séu til og það séu vandamál sem þarf að taka á það engin vafi og það sem við höfum verið að leggja fram rauninni tölurnar sem að vísindasamfélagið IPCC hefur verið að leggja fram og það ef við ætlum að ná ákveðnum markmiðum sem við erum búin að setja okkur sem alþjóðasamfélag að takmarka hlýnun jarðar við 1,5 í mesta lagi 2 gráður Celsius frá iðnbyltingu þá þurfum við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda x mikil prósent á hverju ári og fram að árunum 2030, 2035, 2040 annars nokkuð víst að við munum fara yfir þessi markmið, þessi sko hitastigsmörk sem við erum búin að ákveða að setja okkur sem svona takmark eða markmið að fara ekki yfir og þessi markmið 1,5 gráður og 2 gráður ekkert sko bara gripnar úr þunnum lofti sko þetta eru útreikningar sem hafa átt sér stað hvaða afleiðingar það hefur að loftslagið hlýni ákveðið marga gráður á lífríki á veðrakerfið og þar lendi á samfélaginu okkar og með hverju sko gráðbroti sem hlýnun eykst því öfgakenndara verður veðurfar í heiminum því meiri eyðilegging verður á vistkerfum heimsins sem við reiðum okkur á þannig að það ekki dómsdagsspár sem í gangi heldur þetta bara markmið sem við sjálf höfum sett okkur. Já, en það ekki, þú veist að tala kóralrifið sem var alveg að fara í klessu og ég horfði bara á myndir þetta, hvernig kóralrifið var alltaf að útrýmast og var einhverja sérstakar tæknistofur og svo bara kóralrifið í fínum standi og... Nei, það bara mjög illa statt sko. Það illa statt? Já,
það var talað það að væri jafnvel búið að taka við sér aftur á stórum hluta. Já, sko, nú ertu að tala um The Great Barrier Reef og afströnd Ástralíu og þar hefur það bara farið mjög illa í því sem að kallast á ensku bleaching events, þar sem að hitastig og súrnun, þess að sýrustig sjávar fer yfir einhver ákveðin mörk sem að kóral þörungarnir og kóraldýrin þola ekki. Þannig að þær fréttir sem maður er búin að sjá það að þetta sé í rauninni að horfa til miklu betri vegar eru bara rangar. Nei, þú veist, það getur vissulega verið að ákveðin hlutar af Það talaði að þróunin sé bara snúast við, að það sé í rauninni komið miklu betur horfældur en var bara á að þessar dómsdagsspár hafi ekki verið réttar. Já, nú kann ég hef ekki séð akkurat þessar fréttir og ég ætla ekki að fara að rengja þær, sko, en það sem mikilvægt að þó að það sé að nást einhver árangur kannski núna sem bara jákvæmt að heyra að kóralrifið þannig að sé að ná sér, þá er ekkert víst að það muni að halda sér, þú veist, kannski hefur bara komið núna minni hlýindi í sjávarhitastiginu eða minni súrnun heldur en hefur verið undanfarin ár og þá tekur það við sér, en það er eðli loftslagsbreytinga og hlýnun jarðar og þar af leiðandi súrnun sjávar að það gengur upp og niður í bylgjum. Það er koma kannski einhver ári röð þar sem að á ákveðnum svæðum í heiminum birtast ákveðnar veðurfarsöfgar og svo birtust og svo koma þær aftur og aftur í einhverjum reglunum tímabilum og það er það sem að loftslagsbreytingar eru, það er ekki að það verði alltaf ógeðslega heitt allstaðar eða verði alltaf fellibyljir einhvers staðar, heldur það að stærðargráða og tíðni þessara öfgaveðuratburða aukist. Þannig að getur vel verið að þessi tímabundna ástand að kóralrifið sé að ná sér aftur eða ákveðin svæði hafa náð að aðlagast einhvern veginn með bara þróun þessari lífvera herra hitastigi eða herra sýrustigi og þannig komum við inn á líffræðilega fjölbreytni. Það að lífverur eins og kóralrif geti aðlagast breyttum aðstæðum þegar kemur að veðurfari eða sýrustigi sjávar og svo framvegis. Þessi eiginleiki er mjög bundin því að það sé fjölbreytni í erfðamengi og físískri birtingamynd þessari lífvera. Þannig að þarna komum við inn á það af hverju það er mikilvægt að loftslagsaðgerðir og aðgerðir til náttúruverndar haldist saman hönd í hönd. Að ef að það væri einhver auðlind sem að mannfólki myndi sjá sem gróðatækifæri sem væri undir þessum kóralrifum til dæmis og við værum búin að eyðileggja stóran hluta af þessum kóralrifum, þá væri ólíklegra að það sá hluti af kóralrifinu sem væri eftir myndi geta náð sér að strik að því það væri minni fjölbreytni inn í genamenginu sem er forsendan fyrir því að það sé hægt, að það sé aðlögunarhæfni í rauninni innan ákveðna tegunda. Já, ég get ekki, ég náttúrulega, ég las reyndar aðeins í bók fyrir þetta viðtal, ég hef náttúrulega haft samband við áður en þú komst inn í það. Það langaði með að láta reyna aðeins á þessar hugmyndir. Og það ég eins og segi, ég tel bara að svo ég tala nú bara hreint út, ég er alveg á því bara, já, ég geti vel trúið að ég er ekki einhver loftslags denier eða hvað sem þetta heitir nú allt í dag, en aftur á móti hef ég ágjörð því að við séum í rauninni það einblínt á einhvað ákveðið markmið að við í rauninni horfum framhjá þeim lífsgæðum sem við getum ellegar verið að veita ákvæðum okkar sem að mun ekki fá tækifæri til að njóta þess. En ég skil ekki alveg samt þetta með lífsgæðin. Ég skil ekki hvað það er við loftslagsaðgerðir sem ætti að draga úr eða ekki auka lífsgæðin. Þetta er svo rosalega kostnaðarsamt og þetta byggir í rauninni á einhverjum skýrslugögnum og hefur rosalega lítil tengsl við raunverulegt mat okkar á því hvernig þú grefur eftir fágætismálmum. Við þurfum fágætismálma í síman okkar, annars væri ekki litapalettur. Við þurfum rosalega mikið af orku, ég held að sé fyrir hvern sem býr á jörðinni þá er jarðefnaeldsneyti eitthvað sem að býr til í rauninni slíkan mannafla að það er eins og 60 manneskjur séu að vinna fyrir hvern og einn einstakling í svona, ef við hugsaum þetta í ákveðnum hestaflum. Í vestrænum ríkjum er þetta örugglega margfalt og við búum við ákveðin lífsgæði. Þessi lífsgæði er undirstaða þess að við getum haldið út í mannréttindum og öðru út af því að við getum ekki verið að pæla í þessum hlutum ef að við erum í einhverju lífsbarátt allan daginn að reyna í rauninni veið okkur til matar. Þannig að jarðefnaeldsneyti er gríðarlega fallegur hlutur sem hefur náttúrulega bara sinnt ótrúlega mikið af öllu sem að við kemur mannlegu samfélagi og ég held bara
að ef við einhvern veginn segjum bara já, nei, við þurfum nú ekkert jarðefnaeldsneyti, þá held ég að sé bara barnaleg afstaða sem byggir á því að þú horfir ekki, og ég held að sé bara á þetta því að maður getur verið í hlýju umhverfi háskólans að vera að tala við vini sína hvað þú ert góð manneskja út af því að þú ætlar að bjarga loftslaginu, en þú raunverulega hefur ekki það sem að þarf til þess að vinna allir með sér námu, til þess að grafa eftir ákveðnum hlutum sem krefst mikið jarðefnaeldsneytis. Við erum ekki að fara til Grænlands að vera eitthvað að bora eftir einhverjum hlutum og einhverjum batteríum, einhverjum lithium batteríum. Við erum ekki að fara að vera með á næstu árum held ég flugvélasamgöngur nema að koma einhver ótrúleg þróun í batteri gerð. Við erum sko þessi stóru vesselar sem eru svo sagt risastóru flutningaskip. Það er ekki til nægilega mikið lithium bara í öllum heiminum til þess að í rauninni sinna þeim öllum. En ég segi, það er svona ákveðin svona barnaleg hugsun sem auðvelt er að hugsa í hlýjum odda með vinum sínum að tala það hvað þú ert góð manneskja og þú ætlar að bjarga loftslaginu. Hvað hefur að segja þetta? Ég hef ekki upplifað það, ég var ekki í Háskóla Íslands og en ég vissulega var í háskóla og var að læra umhverfisfræði og þetta snýst ekki það að sko en hefur ekki pælt í þessu samt? Svona, þú veist, svona, hefur ekki verið svona að horfa á þessu gögn og verið bara, er þetta raunsætt hérna? Nei, ég dreg ekki vísindi efa? Já, samstöð innan vísindasamfélagsins efa, ég bara hef ekki forsendu til þess. Allt sem við höfum í samfélaginu í dag sem gott vil ég meina að komi vegna þess að vísindasamfélag heimsins hefur staðið að góðum verkum þar. Þannig ég hef engar ástæði til að draga efa það að loftslagsvísindamenn sé eitthvað öðruvísi og nota einhverja aðrar aðferðafræði til þess að komast að þeirra niðurstöðum. Og svo sko með jarðefnaeldsneyti þá snýst þetta ekki það að afneita því að jarðefnaeldsneyti hafi verið komið okkar mannlegu samfélögum áfram að einhverju leyti. Bara frábært að við höfum getað nýtt okkur þannig orkugjafa til þess að ná árangri á ýmsum sviðum samfélagsins til þess að einmitt sjá til þess að fólk eigi mat og húsnæði og svo framvegis. Þannig að það snýst ekki það núna að afneita þessu né að útrýma þessu 100% í dag. Það snýst það að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis þar sem við mögulega getum, af því að það hefur ekki bara jákvæð áhrif, heldur líka neikvæð áhrif að nota þetta eldsneyti. Og þetta bara orkugjafi og það eru til fleiri orkugjafar í heiminum sem við þurfum að færa okkur yfir í nota sem losa ekki gróðurhúsalofttegundir, allavega ekki eins miklu mæli. Og að þú veist að tala skip, helmingur á öllum skipaflutningum í heiminum flutningur á jarðefnaeldsneyti, þannig að ef við myndum draga úr notkun jarðefnaeldsneytis eins víða og við getum, þá myndi það hafa sko tvöföldrar áhrif af því þá þyrfti að flytja helmingi minna jarðefnaeldsneyti. En þá getum við ekki fengið alltaf dót frá Boost og Temu, skilur við þurfum líka á reynskilinu, ég meina. Jú, það alveg hægt. Hvernig? Ef þeir ganga fyrir jarðefnaeldsneyti, dreifikerfið náttúrulega til þess fallið að, og eins og ég hef nú fjallað oft áður, ég meina matarskortur ekki út af því að okkur vantar mat, matarskortur út af dreifikerfið er ábótavant og náttúrulega eins og stríðum og fleiri þarfræmdu götunum. Ef þeir væri ekki, ég meina þeir eru að flytja svo olíu til þess að hún notuð annar staðar. Þannig að það er ekki hægt að segja það bara ef við tækjum þetta sambandi að það myndi allt lagast því að það eru önnur skip sem myndi þá ellegar ekki komast á leiðarenda. Já, en ég að segja sko, ef við draugum úr við segjum bara frá áramótum núna þá myndum við banna innflutning á olíu- og dísilbílum. Þá myndum við smám saman draga úr þörf á jarðefnaeldsneyti fyrir bílaflotan, samgönguflotan á landi á Íslandi. Og ef að fleiri lönd myndi gera þetta í kringum okkur þá myndi draga úr þeirri þörf að flytja inn jarðefnaeldsneyti sem fækkar þá þeim skipum sem þurfa að ganga fyrir jarðefnaeldsneyti af því þá ekki þörf fyrir að flytja eldsneyti sem þau eru að flytja, skilur við. Þannig þetta svona það að draga úr jarðefnaeldsneytisnotkun á einu stað dregur úr þörfinni fyrir flutningin á jarðefnaeldsneyti sem dregur þá úr notkuninni ennþá frekar. Þetta svona jákvæður spírall sem við þurfum að horfa á. Finnst þér það raunhæft að taka út, hefur keyrt Dynjandaheiði yfir veturinn? Sko, við erum að tala núna að spurningi var svo, já, að taka út jarðefnaeldsneytis bíla. Finnst þér það raunhæft að við myndum bara gera það núna? Sko, það þarf að gera það í skrefum og við erum nú þegar byrjuð. Það er nú að hækka sífellt hlutfallið af raforkubílum í bílaflotanum í Íslandi og við þurfum að halda áfram að auka þetta hlutfall langt til að koma upp í 100%. Það er þá að banna, Finnur, sko, koma hann.
þurfum að banna þá fólki þetta orð banna er náttúrulega eitthvað þú veist, ok, þú getur kannski gert þetta ráð fyrir því að ég fíla ekki orðið banna skilur við, þurfum við að banna er nauðsynlegt að skjóta þá skilur við, er ekki hægt að búa til ákveðna hvata frekar eins og við erum búin að vera að gera til þess að þú veist, eins og segja, þó svo ef það verður bara svo miklu físilegur að vera rafmagnsbíl þá myndum við bara hafa það þannig það þarf ekki að banna allt. Nei, en það er nú þannig að til þess að ná árangri í samfélaginu þá þurfum við bara að taka skýrar og sterkar ákvarðanir og ákvarðantökufælni er held ég stórt vandamál í stjórnmálum bara almennt og ég held að hvort sem að bann eða skattlagning eða eitthvað annað úrræði er það sem þarf til þess að sko flýta þessum sko breytingu þar að færa okkur úr því að nota bíla sem ganga fyrir bensin og dísel yfir í bíla sem að ganga fyrir raforku hver svo lausnin er hvort það er að banna innflutninga á þessum bílum eða skattleggja á frekar eða niðurgreiða áfram eða meira sko raforkubíluna ég veit ekki nákvæmlega útfærslu leiðina sem er skilvirkust eða hagkvæmust, það er bara einhver sérfræðingur sem þyrfti að færa þá vinnu það snýstur að vita hvar markmiðið er og markmiðið er já að útrýma eða takmarka verulega allavega þá bíla sem að ganga fyrir bensíni og dísil og við erum ekki að tala um að útrýma öllum þessum bílum, við munum væntanlega þurfa á einhverjum örfáum svona bílum að halda til þess að fara þungaflutningar munu ekki, munu eins og búkollunar sem að voru að búa til hvað hitt aftur? Stólu mér sem að átt að taka passa på það að varnagarðanir að búkollunar er ekki að fara að verða fyrir, þú veist, við erum ekki að fara að finna lithium batteri fyrir þær á næstunni. En ég er að segja það, þetta snýst ekki að fara úr 0% í 100%, heldur að fara úr 5% í 95%. Þetta snýst það að það verði venjan að vera ekki að spúa losun gróðurhúsalofttegunda vegna brunna og jarðefnaeldsneyti af því það er slæmt fyrir loftslagið og slæmt fyrir sko heilsu fólks af því það er að anda inn alls konar eiturefnum sem er slæmt fyrir heilbrigðiskerfið. Þetta er svona við þurfum að gera þetta í skrefum og við þurfum að hætta að vera í öfgunum og átt að gráði að markmið er sameiginlegt. Já, sko, þið eru róttækur flokkur. Já. Það er annað orð yfir öfgar í sumum tilfellum. Nei, ég er nú ósammála því. Ok, býtu. Þú hefur heyrt orðatiltækið The road to hell is paved with good intentions. Sko, og þegar þú talar eða sko ákvarðana fælni. Ég er alveg stjórnmálamenn í flestum tilfellum þurfa að viðhalda ákvarðana fælni en falla át af því að þeir eiga ekki að vera að taka át af því að hitt er náttúrulega fasismi. Sko, förum aðeins bara yfir, færum okkur aðeins yfir í stjórnmálun út af því að við erum svona það bil búin með þessa umræðu, sko. Hvernig sér þið fyrir, sko, þið að fara að leggja áherslu á húsnæði, loftslagið, hvaða fleiri mál myndir þú segja að þið var að leggja sérstaka áherslu á? Sko, nú veit ég ekki hvort þú kynnt mig inn sem frambjóta fyrir Vinstri græna en ég er í 8. sæti í Reykjavík norður. Ég læt að koma fram í ganginum. Þú kemur fram, bara þannig að við séum ekki að rugla saman umræðum. Sko já, umhverfismál og loftslagsmál er eitthvað sem við leggjum mikla áherslu á. Aðgerðir í húsnæðismálum á félagslegum forsendum er eitthvað sem við leggjum áherslu á líka, sem við erum búin að ræða. Svo er það að standa vörð heilbrigðiskerfið, opinbert sterkt heilbrigðiskerfið sem að allir hafa aðgangað og opinbert heilbrigðiskerfið sem er aðgengilegt fyrir fólk sem er af öllum bakgrunni óháð efnahag og svo framvegis og þarna finnst mér ósað mikilvægt sko geðheilbrigðismálin, andleg heilsa og líðan ungs fólks að þar séu við bæðið með fullnægjandi úrræði fyrir fólk sem að upplifa vanlíðan og það er bara mikið úrræðileysi í dag og skortur á úrræði fyrir fólk sem er að glíma við slæma andlega heilsu. Svo þarf líka þá að taka á rótvandans sem er til dæmis óljós hver er og hvernig á að taka á. En þá þarf að fara í vinnu, einhvers konar forvarnavinnu til þess að koma veg fyrir að þessi þróun haldi áfram. Og svo eru það kvenfrelsismálin, þar sé að standa vörð réttindi kvenna sem að við höfum þegar náð fram og halda áfram að auka jafnrétti kynjanna í samfélaginu. Já. Menntamál að passa upp á og auka gæði í menntakerfinu og það sé aðgengilegt fyrir fólk óháð efnahagsbakgrunni. Það er svo margt sem við getum tekist á um. Já. Sko, ég fóð með út af því að ég ætla ekki að hætta þær út í kvenfrelsismálin. Því að nema þú viljið það sér, við erum að taka það. Já, mér finnst það bara mjög mikilvæg umræða. Ok, hvað sko það sem að ég
ég var með Sigmund Davíð rétt áður en þú komst og við vorum að tala mismunandi menningar heima og sérstaklega hvað varðar kvenfrelsismál og islam og fleira. Hvað ef við tökum bara svona kvenréttindi í til dæmis eins og Afganistan, hvað finnst þér þau? Hvernig horfir það við þér? Út af því að ég meina, núna hefur til dæmis Evrópa verið að takast á við rosalega varhugaverða þróun varðar kvenfrelsismál, sérstaklega hjá ákveðna menningarhóp. Hvað finnst þér þau efni? Þú ert að vísa í Islam? Já. Já. Sko það bara hræðilegt að það sé ekki jafnrétti milli kynja í heiminum. Það er markmið að það sé ríki fullkomið jafnrétti milli allra kynja í öllum heiminum. Það á ákveðnum svæðum í heiminum þar sem að jafnrétti réttindi kvenna eru ekki virt og það bara það ekkert annað hægt að segja heldur það sé bara hræðilegt. Nei, en hvað finnst þér að við þurfum að fara í einhver aðgerðir eins og með, þú veist, nú ég á alltaf þessu vinkonu sem ég reyndar í Boston, vinkona mín sem var í rauninni skilin eftir af fjölskyldunni sinni út af því að hún vildi ekki gangast undir takmarkaðan klæðaburð og var í rauninni bara sparka át á götuna þegar hún var 16 ára og hefur ekki ennþá heyrt í fjölskyldunni sinni mjög langa tíma. Sko, finnst þér að við þurfum einhvern veginn að grípa til aðgerða í því hvernig við tökumst á við nýjar aðstæður? Það núna eins og Svandís fór yfir með mér, við búum alltaf bara við nýjan veruleika. Ég meina við búum í, eins og hún orðar það, fjölmenningarsamfélagi þar sem bara mismunandi hugmyndir og fleira þar fram til götunum. En það lítur að takmarkast eitthvað við ef við viljum viðhalda þessum kvenréttindum sem okkur þykir svo vænt að hvernig fólk getur í rauninni komið fram við maka, heimilisofbeldi var Svandís og hefur verið ofarlega í huga. Svona með eins og bara tökum klæðaburð. Finnst þér að við þurfum að gera fara einhver aðgerðir í þeim efnum? Sko, fyrir mér snýst þetta í grundvallaratriðum það að allir einstaklingar, óháð kyni, fái að ráða því hvernig þau fara með sinn líkama og hvernig þau klæðast og svo framvegis. Þannig að það er gildi sem við þurfum að halda í og tala fyrir að fólk hafi rétti yfir eigin líkama. Já, það tala allir það, en ég meina, er eitthvað svo, finnst þér við þurfum að gera eitthvað meira heldur en að tala það? Og það núna, að tala heimilisofbeldi til dæmis. Við erum ekki að fara að tala okkur úr þeim vanda. Nei. Finnst þér að við þurfum að grípa til einhver aðgerða og ef svo hverjar? Já, mjög líklegt að þurfi að grípa til einhver aðgerða til þess að draga úr heimilisofbeldi til dæmis. Ég veit ekki nákvæmlega hvaða aðgerðir það eru sem myndi tryggja það að það myndi lækka tilfellum þar sem að fólki er beitt heimilisofbeldi. Það getur verið einhvers konar upplýsingaátak eða menningar tengt átak. Ég bara veit ekki nákvæmlega hvernig þetta yrði útfært, en þetta eru mál sem að þurfa að rata ofar í pólitísku forgangsröðuninni og það er valdið sem að stjórnmála heimurinn hefur. Það er ekkert alltaf hægt að laga allt með lagasetningu eða skýrslugerð, heldur snýst það að draga ákveðna umræðu eða ákveðna málflokk upp ofar á dagskrárna, tala málflokkin og draga fram hvað það er, hver markmiðin eru, hver endapunkturinn á að vera og fá fleiri í samfélaginu, fleiri geira og hópa til þess að vinna með okkur að því að ná þessu markmiði. Hvað svo skerum okkur nú snörunni í þessu efni, heilbrigðismálin, þú talar sálfræðiþjónustu. Sko, ég hef talað gegn niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu og ég ætla að útskýra af hverju, út af því að ég Inga Sæland kallaði mig ógeð þegar ég fór á fjallum þessi mál, en svo endaði hann að vera sammála mér. Þannig ég ætla að bera þetta fyrir þig og sjá hvað þið finnst. Sko, ég tel að niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu sé vond út af því að núna erum við með sálfræðiþjónustu á skórnum skammti, þar að segja að það er umfram eftirspurn og framboð er ekki nægilega mikið, sem að þýðir það að ef við myndum fara að niðurgreiða sálfræðiþjónustu þá myndi eftirspurnin ennþá meira fara upp og þá myndi fólk eins og ég sem þarf ekki sálfræðiaðstoð að halda myndi fara að sækja þess líka tíma, ég myndi fara ég bara kíkja til sálfræðings út af því að það er eitthvað sem er ókeypis. Þetta myndi gerast út af því að ég veit að ég tala við fólk sem segir það sama, segir ég hef ekki efna að fara til sálfræðings og ég þarf hvort sem er ekki á að halda,
Þannig að núna erum við með takmarkaðan aðgang að sálfræðiþjónustu. Finnst þér með þessa forsendur sem ég er að leggja upp að við ættum að niðurgreiða sálfræðiþjónustu? Ég er búinn að segja við ættum kannski að tekjutengja það frekar, þannig að fólk sem er í miklum lágtekjuhópum ætti þá frekar að hafa aðgengi frekar en að bara því að Viðreisn er með svona allir populísku hugmynd bara já, niðurgreiðum þetta bara, sjáum hvað gerist. Hvað finnst þér? Já, ég held að það ætti að gera sálfræðiþjónustu aðgengilega öllum óháð efnahag og niðurgreiðsla er þá ein leið að því. Já. En þá myndur við auka eftirspurnina svo mikið, því núna allir mest það tekur, ég var að tala við sálfræðing, hann sagði 10 dagar til 2 ár með mismunandi eftir því hvaða sálfræðing þetta leið til eða hvaða þjónustu. Já. Og ef að þú myndir niðurgreiða sálfræðiþjónustu þá myndi eftirspurnin rjúka upp, framboðin myndi haldast það sama, þannig að þú myndir rauninni gera þjónustuna verri. Sko ég veit ekki hvort að það er rétt að eftirspurnin myndi rjúka upp, mögulega myndi hún aukast eitthvað smá, en ef þú myndir niðurgreiða fullu þá sjálfsögum myndi hún rjúka upp. Þú hljótum að þú veist hvað kostar það í dag, 20.000 krónur eitthvað svo leiðis, mikið af þessu er enda hvað sem er. Það er 25.000 krónum. Já, 25.000 krónum. Þetta er nú þegar niðurgreitt mikið af stéttarfélaginu því að eftirspurnin er á einhverjum reiki þannig sko það sjálfsögum myndi hún rjúka upp ef þú myndir segja við fólk, heyrðu, hlutur sem að kostaði 25.000 krónur er ókeypis núna. Ég er ekkert þessum að það myndi aukast eftirspurnin einhverju leyti, mögulega mikið, en þá er það að koma upp einhvers konar kerfið þar sem að það er forgangsraðað. Ég held samt að kostnaðurinn ætti að vera klipptur út. Þetta er bara nauðsynlegs sko þjónusta alveg eins og að fara til læknis að því að það er eitthvað að sko líkamlega. Líkamlega heilsa er ekkert mikilvægari heldur en andleg heilsa, þannig að þarna finnst mér að úrræðin ætti að vera á sama plani sko. Og já, niðurgreiðsla held ég sé þrátt fyrir þessa rökfærslu og þér mikilvægt skref til þess að jafna aðgengi fólks að sálfræðiþjónustu og þú ert að tala að sko eftirspurnin myndir rjúka upp, en er það ekki þá bara eftirspurnin sem þegar er til staðar er sko bæld út af kostnaðinum og út af því að það er ekki aðgengilegra? Nei, ég myndi örugglega skella mér ef þetta var ókeypis. Ég þarf ekki á þess að halda. Já. Ég held að sé hellingur af fólki. Og líka sko, ef við pælum í þessu, hvað finnst þér símanótkun? Og það sem ég hef verið kvart yfir líka er bara að verðu, fólk er alltaf að tala hvað er lífið ill og að lífið sé ómögulegt og eitthvað þannig. Sambúið við mestu lífskeiði sem að mannlegt samfélag hefur getað, ég hef aldrei notað orðið mannlegt samfélag, þetta er búin að segja þetta svo 20 en allavega, sem að við höfum getað skartað bara, já, frá upphafi og samt erum við alltaf alveg miður okkar og svona það er eiginlega bara hetjut á það að vorkenna sér á internetinu og við fáum eitthvað svona kvíðakasta þá helst erum við búin að koma inn á samfélagsmiðla sem er alveg stór undarlega hegðun sko, þurfum við ekki líka svolítið að horfa inn á við, hugsaðu ekki stundum finnur bara, hættu þessu væli þegar fólk er eitthvað svona tuða á netinu ef því að komast ekki sálfræðitíma. Nei, ég hef ekki hugsað þannig sko, ég er nú ekkert held ég hef aldrei séð neitt tuða á netinu því að komast ekki í sálfræðiþjónustu. Ég er nú ekkert þá ertu ekki nógu mikið á samfélagsmiðlum mikið endilega að verja mínum tíma á samfélagsmiðlum, allavega sé þetta ekki þar. Og þú tala við búum núna við mestu lífsgæði sem þekkst hefur í mannkynssögunni. Ég held að þurfa líka að passa okkur á því hvernig við skilgreinum hvað eru lífsgæði. Er það að búa í háneyslu samfélagi eins og við búum á Íslandi í dag, eða er það að búa í samfélagi þar sem að við þurfum ekki að vera að vinna 40, 50, 60 klukkstundir á viku heldur nær 30 og höfum meiri tíma til að verja með fjölskyldu og vinnum og sinna áhugamálum sem að er bara tiltölulega erfitt fyrir mjög marga í íslensku samfélagi í dag vegna dæmur að tekja og miklum kostnaði við það að búa á Íslandi. Þarna held ég að við getum alveg fært rauk fyrir því að þetta sé ekki endilega það besta sem að við höfum upp á að færa í samfélaginu. Þar að segja við getum aukið lífsgæði verulega með því að átt okkur á því að það er ekki neysla eða endalaus vinna eða endalaus penningur sem er að fara að veita okkur mestu lífsgleðina eða lífshamingjuna ef við erum að tala um langtíma gleði, ekki bara skammtíma hamingju sem að hlýsta því að vera endalaust að neyta hvort sem það eru vörur eða einhvers konar áhorfsefni eða annað. En með ef við förum aftur í símanótkunina þá er það bara mjög lítið þekkt á þeim rannsóknum sem að ég hef heyrt fjallað
hvaða áhrif nákvæmlega það sem að símanotkun ungs fólks hefur. En allar það rannsóknir sem að hafa komið fram eins og Jonathan Haidt fjallaði eru benda til eins veg, sko. Já, sko líklega hefur símanotkun einhver neikvæð áhrif á líðan og mögulega þroska ungs fólks og barna og það alvarlegt og það eitthvað sem við þurfum að taka á og ég persónulega hlindu því að banna símanotkun í skólum nema það sé í sko tilgangi í námstilgangi og þannig kemur eftir með orðið banna sem að þú Nei, ég er að segja það, Finnur. Ég var svo ánægður núna þegar við erum búin að vera náttúrulega ósammála sem ég þetta vissalega við erum en ég er svo sammálaður. Að sjálfsögðu að banna, já, ég meina, ok, það er eitt að banna fullorðnu fólki að gera það sem það vill. Það er bara annað að banna einhverjum krakkaskítum að vera, ég meina, ég er að kenna úlingum í hnefalega. Ef einhver tekur upp síman, þá er bara burpees. Ekkert kjaftaði og þetta eru börn og það er alltaf verið að segja nei, börnin okkar, unga fólki er svo sniðugt og klárt ungt fólk er ekkert svona ótrúlega klárt og gáfað, sko. Jú, ég held að það sé nú bara mun gáðara heldur en fólk heldur oft fram en þú ert nefnir 22, þú ert mjög klár þú mátt eiga það en ég er sammálaður, sko. Ég er á því að banna síma og þá er ég aðalega að tala kannski svona 18 ára til 16 ára sem er ekkert mjög klár. Ég vil að taka það síman, sko. Þau höndla þetta ekkert, sko. Já. Það er, ég held einmitt að innbyttingin og vinnáms efnið er þið betri. Ég held að sé samt, sko, og það er oft rætt en ég held að sko mikilvæg hlutin í því að takmarka símanotkun í skólum meðal ungs fólks er sko það að draga úr neikvæðri hegðun, einelti og það að í rauninni ekki þvinga heldur komið veg fyrir það að börn geti falið sig í einhverjum netheimum og gera það verkum að þau þurfi að eiga samtöl og eiga samskipti sín á milli á þess að vera með tæki sem einhverjar milligöngur en að því við fórum að tala um síma út frá geðheilbrigðismálum, mér finnst líka mikilvægt að því við hóðum það á niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu en andleg heilsu ungs fólks snýst svo miklu meira en það að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Það í rauninni snýst það að taka á þeim vanda að ungu fólki sem líður illa er ekki að fá að komast að til þess að leysa úr þeim vandamálum sem upp eru komin annarkvort vegna biðlista eða kostnaðar þannig að það er það. Svo er það fjölbreyttara úrræði, önnur úrræði sem að vantar líka upp á sem eru biðlistar, ennþá lengri biðlistar á og kostnaðar er mögulega ennþá meiri. Þannig að þetta er miklu stærra dæmi heldur bara sálfræðiþjónusta og sálfræðingar og það er eitt sem að ég frétti að fekk að heyra af nýlega eftir ég kom inn í pólitíkina að Svandís Svavarsdóttir hefði beitt sig fyrir því að það væru sálfræðingar á hver einstu heilsugæslu og að það væri geðheilbrigðisteymi á heilsugæslunum sem er þá svona heildstæðara utanumhald utan þá einstaklingar sem þurfa á meiri þjónustu að halda heldur hún að eiga samtali við sálfræðing. Þannig að þetta er breiðara svið af úrræðum og lausnum sem þarf að horfa til að taka á slæmri heilsu, andlegri heilsu ungs fólks. Já. Og svo kannski fæði tengið þetta út á kostnaðinum og niðurgreiðslunni. Það hefur sýnt, að margar rannsóknir hafa sýnt það að andleg heilsa slæm andleg heilsa er oft tengd því að ungt fólk börn alist upp í tekjulægri fjölskyldum og búið við minni samfélagslega tækifæri. Þannig að þarna finnst mér mjög mikilvægt að tengja saman sko vinstri stefnuna, þar að segja að draga úr ójöfnuði í samfélaginu til þess að ná fram markmiðum heilsu og velíðan fólks. Þannig að þetta fer saman. Það er ekki bara hægt að niðurgreiða endalaust sálfræðiþjónustu eða auka úrræði endalaust, heldur þurfum líka að fara í rótina sem eru þá símarnir að einhverju leyti og annars konar svona einstakar hluti sem við getum hort í, en í grunninn held ég þetta tengist mjög mikið í hvað félagslegu aðstæðum fólk elst upp við og býr við. Já, ég held að við endum þetta bara á þessari hörku ræðu. Líka ánægt að við gátum verið sammála, sko. En eins og segi, ég er ekkert eitthvað ósammálaður að einhverju miklu marki. Jú, við erum alveg ósammála, en ég meina, það er líka bara gaman. Það er bara gaman. Finnur Rikard Andrason, ég voni þið komist inn, sko.
Ég vona, mér langar sérstaklega að það væri hræðilegt að missa Svandísi út, sko. Ekki út af því mér finnst svona alveg, ég hitt hann nú bara senst í gær, ég meina, sko, hún veit alveg að mér finnst alveg margt klikkaði sem henni finnst, en henni finnst líka margt klikkaði sem mér finnst, en aftur á móti þá er hún svona, hún er það skemmtilegt viðfangsefni, sérstaklega fyrir mig sem er að búa til svona efni, og það hún er svo ótrúlega klár stjórnmálamaður. En Finnur, ég vona að hafa það gott, gangi allt í haginn í þessari baráttu, takk æðislega fyrir að koma og þangað til næst, við gerum þetta einhvern tímann aftur. Já, takk fyrir mig.